Annað boðorðið hljómar svona: þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðs við hégóma. Og ef við skoðum skýringuna í fræðum Lúthers þá hljómar hún svona: við eigum að óttast og elska Guð svo að við eigi biðjum óbæna í hans nafni, sverjum, fjölgengi fremjum, ljúgum né svíkjum. Heldur áköllum það í allri þörf, biðjum, lofum og þökkum. Ég lærði boðorðin 10 fyrst í sunnudagaskóla og á KFM-fundum og þegar við komum að öðru boðorðinu þá hugsum við gjarnan sem svo að þetta fjallar það að virða nafn Guðs rétt eins og við viljum að aðrir virði okkar nafn. Til dæmis viljum ekki að fólk sé að misnota nafnið okkar eða segja einhverja lygi í okkar nafni eða að nota nafnið okkar óvarlega. Þess vegna eigum við ekki að vera að segja eitthvað eins og Jesús minn eða drottinn minn eða Guð minn góður bara þegar eitthvað óvænt gerist eða eitthvað sem skiptir engu máli. Og það svo sem gott og blessað en það kemur ekki að kjarna málsins, ástæðu þess að Guð verndar nafn sitt með þessum hætti. Og ef við ætlum að skoða ástæðinu fyrir því, þá skulum við skoða þá staði þegar Guð opinberar nafn sitt. Og það sérstaklega á 2 stöðum í ritningunni. Fyrra skiptið í 2. Mósebók, í 3. kafla, þegar Guð birtist Móse í þyrnirunnanum brennandi. Þá gefur hann Móse nafn sitt sem að kannski mætti þýða eitthvað í áttina að ég er eða hann er eða jafnvel sá sem er. Það er sá sem er verandi, sá sem virkilega er. Og í okkar biblíum þá er þetta nafn þýtt með orðinu drottinn með stóru D. Þannig að þegar við sjáum það orð, drottinn með stóru D, þá fer þar nafn Guðs. Og við sjáum þetta líka þegar Guð síðan talar síðar í Gamla testamentinu, þá segir hann gjarnan: ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út úr Egyptalandi. Þannig að nafn hans tengist við hjálpræðið og frelsunina úr Egyptalandinu. Og það er í raun mjög svipað sem gerist síðan í Nýja testamentinu í Matteusarguðspjalli í 1. kafla þegar Jesú er gefið nafn. Hér er það engillinn sem talar við Jósef og segir Maríu: hún mun son Alla og hann skalti láta heita Jesú því hann mun frelsa líð sinn frá syndum þeirra. Það er sem sagt aftur frelsun, aftur hjálpræði sem er ástæða þess að Guð opinberar nafn sitt. Og þetta er ítrekað apostulunum síðar, og við getum lesið til dæmis í postulasögunni í 4. kafla, það var apostulinn Pétur sem heldur ræðu og segir meðal annars: ekki er hjálpræðið í neinum öðrum, það er að segja öðrum en Jesú, og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Það er nafnið Jesús sem getur frelsað oss. Og þetta er ástæðan fyrir því að Guð verndar nafn sitt vegna þess að í nafni hans er hjálpræði og við leitum til hans. Við leitum til hans með því að nota nafn hans þegar við biðjum til hans og biðjum í hans nafni til þess að sækja hjálp frá Guði sem er máttugri en nokkur annar. Og hann hefur gefið okkur loforð sem eru tengd þessu nafni, loforð hjálpræði, það er tengd nafninu Jesú. Og þegar nafnið ber með sér þvílíka fjársjóði þá er mikilvægt að vernda nafnið. Þess vegna segir Guð að við eigum að halda nafnið hans heilagt, að við eigum ekki að leggja það við hégóma, heldur að helga það. Og það er líka það sem við biðjum Guð að gera og sjá til þegar við biðjum í Faðirvorinu: helgist þitt nafn.